Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það svona svokallað kvennaár sem í gangi, hafið 2025 og ég held að flestum finnist virkileg þörf á að taka til umfjöllunar og eiginlega pæla í kvenréttindum okkar og bara réttindamálum yfir höfuð og kannski ákveðið bakslag búið að vera í gangi. Sumir segja að það séum bara nóg komið og við séum í góðum málum og við erum búin að vera að horfa á þættinum Vigdísi og hún var að berja, þar var kvenréttindakonurnar og hvað við að pæli því núna og í kvöld, eiginlega bara núna, að hefjast í Bolholti 6 í Vorstjörninni svona bara opinn samræðu fundur fyrir konur sem hafa áhuga að ræða þessi mál, stöðu kvenréttinda sem heitir Kveikja og það eru komna til mín 4 alveg þungaviktar konur hérna til að ræða þessi mál og verða í kvöld líka. Það Guðný S. Bjarnadóttir, ein af stjórnendum Vitundar, Ólöf Tara Harðardóttir, aktivisti og stjórnarkona Vitundar líka, Marja Hjálmtísdóttir, kennari og stjórnarmeðlimur Vitundar og þið verður nú að segja hlustundum áhorfendum hvað Vitund og Sara Stef Hildadóttir, femínískur aktivisti með meiru því að hafi nú líka marga aðra hatta veit ég en ef að byrja að tala þennan viðburð sem svona að rúlla í gang núna sem heitir Kveikja og svo kannski segið þið mér líka frá Vitund. Já, einmitt. Já, við sem sagt komum saman hérna, það náttúrulega hinn femíníska kvenréttinda hreyfing ansi breið eins og hérna þær sem að hafa tekið þátt í henni þekkja og nú þegar hérna 2025 gengur í garð þá nú þegar sérst byrjað að vinna að undirbúningi þess árs sem einhvers konar svona kannski uppskeru árs fyrir þessi kvennaverkföll sem hafa verið haldin fyrsta 1975 þessi 50 ár liðin og það svona stöðutaka í ár með allskis viðburðum í hverju mánuði sem ég ætla ekki að segja nána frá hér, það nú alveg bara efni í annað þátt held ég en sem sagt markmið umræðu kvöldsins núna á eftir að heyra bara svona í konum sem að vilja taka þátt í þessu samtali hérna í raun bara stöðu konunar og feminisma og kvenréttinda og hún ætlar að koma til okkar hérna hún Kristín Heba, framkvæmdastjóri í Vörðu sem að kölluð rannsóknarstofa vinnumarkaðarins og Regina BSB og hérna þau gerðu rannsókn og birtu niðurstöður síðastlið haust sem að kallast ójöfnuður meðal kvenna á Íslandi og það svona farið yfir bara hérna, ég þekki nú ekki alveg breyturnar og ég bara mjög spennt að heyra í henni hérna á eftir en þú veist, þá farið svona svolítið stétta greint kannski staða konurnar á Íslandi frá bara láglaunum, innflytjenda konum upp í einhverjar hálauna hérna glertags, pinnahæla dömur, ég veit það ekki og það svona gefur okkur einhverja hugmynd kannski af hverju við höfum ekki komist lengra síðan 1975 að því að þú veist vissulega margar þessar eiga konur eitthvað allar sameiginlegt gerir ráð fyrir en það eru þessi rannsóknismi sem að varða var með þarna sýnir okkur fram á hvað ólíkt innbyrðis hjá okkur en við sem stöndum að þessum viðburði við sem komum með mitt bara úr öllum áttum aktivistar hérna og þaðan við höfum verið að berjast gegn svona félagslegri kúgun, efnahagslegri kúgun hvoru tveggja og bara ólíkum vettvangi þar sem að konum bregður fyrir í samfélaginu. Þannig að þið eru bara svona að koma saman núna eftir smá stund til þess að svona byrja að taka stöðuna áður en að þetta ár upphefst það sem verið að taka stöðuna og þið eru svona þetta í raun mætti bara líta á þetta svona sem bara óformlega viðburð inn í það dagatal sko. En þið eru eiginlega fullvissar að það virkilega þörf á áframhaldandi baráttu og þessi skýrsla veit ég og við ætlum okkur að ræða hana líka hérna við rauðaborðið að hún alltaf sýnir fram á svolítið sláandi hætti að það virkilega þörf á svona kjarabaráttu kvenna en hvað eru ykkar, segðu okkur nú frá Vitund hvað eru ykkar helstu svona baráttu efni?
Já, hvor ykkar vil taka þennan bolta? Ekki Guðný þú svo að segja frá sig? Já, ég get svo sem tekið þennan bolta. Vitandi eru samtök gegn kynbundnu ofbeldi og okkar markmið að svona bara reyna að finna einhvers konar réttlæti í þessu réttarkerfi sem við búum við og við erum með vitundar vakningu, bara staða kvenna, þetta er eiginlega svolítið merkilegt að við erum núna að horfa á kvenna árið 50 árum eftir að kvenna verkfallið á þessu stað og kröfurnar hafa afskaplega lítið breyst og það sem við erum að gera hér er að bara vekja athygli á þessum brotalömum bæði í réttarkerfinu og bara í kynbundnum ójöfnuði, skal ég segja. Í samfélaginu okkar, þannig að það eru svona okkar helstu verkefni kannski og við erum kannski verið svolítið mikið í kynferðisbrotamálum og ofbeldismálum og það eru þetta það sem að hjarta okkar liggur svolítið en við erum þetta alveg að líta á þetta líka í víðara samhengi. Og þeir eru að tala af þekkingu en þeir eru að tala af reynslu, er það ekki? Þú kemur fram á sínum tíma, er það ekki? Og segir þína sögu og svona sýnir svolítið fram á hvað réttarkerfið og það er aftur verið að skrifa það núna sem sagt, er það ekki? Það kemur einhvern veginn alltaf ítrekka fram það er einhverja brotalamir í réttarkerfinu, er það ekki? Jú, algjörlega og það sem er kannski líka að við erum að sjá svo sterkt núna það er ekki bara réttarkerfið þegar réttarkerfið þetta bara vinnur eftir lögum og það vantar að breyta lögunum án þess að gera það erum við alltaf í sama farinu. Þannig að við erum svona að reyna að finna út hvaða breytingar þurfa að eiga sér stað, hvaða verklag þarf að eiga sér stað svo að við getum unnið þessi mál betur. Það eru þetta bara algjörlega ótækt að við sem að sjá svona lágt sakfellingar hlutfall í svona alvarlegum glæpum og við viljum þetta bara sjá til þess að þeir sem fremja svona glæpi þurfa í raun og veru að sæta einhvers konar refsingu fyrir það. Þannig að staðan í dag er bara þannig að það er bara mjög sjaldgæft að menn sæti ykkur refsingu. Okkur finnst það bara óeðlilegt. Þetta er næst alvarlegasti glæpur sem getur framið á Íslandi og refsiramminn er 16 ár en það er eiginlega bara merkilegt að horfa upp á hvernig þetta fer í réttarkerfinu okkar og ég tala þá ekki líka bara mál sem eru felld niður. Það er náttúrulega bara annar kapitel út af fyrir sig og við erum að skoða þar endar við við erum með hlaðvarp sem að heitir Dómstóll götunnar og þar eru við einmitt að fara yfir sýknudóma. Er sýknudómur bara sýknudómur, er hann saklaus eða er eitthvað meira þarna á bakvið? Þannig að það er bara mjög áhugavert að rýna í þessa dóma og skoða þá. Og þið upplifið að þetta gerist ekki sjálfu sér, það verður að veita stjórnvöldum aðhald til þess ef að þessi lög til þess eiga að breytast og ef að þessi verkferlar allir hvernig upplifir þú þetta ykkar hlutverk þá? Er þetta þá bara þið eru bara í sjálfboðavinnu að vinna í þessu? Já, við erum eins og staðan núna í sjálfboðavinnu og ég er búin að vera í sjálfboðavinnu í baráttunni síðan 2021 og ég líti auðvitað á þetta sem bara, þú veist, við þurfum einhvern veginn að trufla kerfið sko og við þurfum að hrófla svolítið við þessu og við sjáum alltaf í svona samfélagslegum umræðum, fólk eru átt lengi að taka við sér og það er lengi að átta sig á því að við erum bara ekkert eitthvað bandbrjálaðar konur sko, við erum bara að benda á bandbrjálað óréttlæti sko. Já, þú hefur fengið svolítið þekkt andlit í þessari baráttu og og hefur fengið á þig með alls konar svona gusur, er það ekki? Jú, fólk er með alls konar skoðanir og skoðanir á hvernig ég nýti röddina mína og hvernig aktivismin minni er og þar fram til götunum og það er bara allt gott og blessað. Fólk getur alveg haft skoðanir á því en mér þykir eiginlega sorglegast af því öllu að fólk skulle vera reiðari yfir því sem ég skulle vera að segja að gerast í samfélaginu okkar heldur en yfir því sem er að gerast í samfélaginu okkar. Það er kannski leiðilegastur hlutin við þetta en baráttan er samt sem áður og ég held að með tilkomi kvennaárs 2025 að þá allavega mitt markmið er að endurvekja einhverja svona baráttugleði þjappa okkur saman og ég þakka þetta bara kvennaverkfalli og þeim sem standa að kvennári fyrir að gera þetta vegna þess að ég held þetta sé bráðnauðsynlegt akkurat á þessum tímapunkti vegna þess að við erum búin að horfa upp á bakslag eftir bakslag og ég held að það sé algjörlega komin tími til að
nú bara alveg sama í hvar við erum að vinna í kvennabaráttunni og þessum málaflokki að við bara þjöppum samstöðuna, höfum gaman á sama tíma og við erum auðvitað að fjalla erfið og þung málefni og sama tíma því þéttari sem við erum og því meiri sem samstæðan því meiri áhrif getum við haft. Þannig að ég held að það sé mjög, mjög mikilvægt og mér mikið hjartasmál. María, nú svona bæði hugsa maður með sér hvað hægt að gera mikið á stuttum tíma. Það til dæmis ef maður horfir á, ég myndi sem ég var að segja þarna þessi þætti Vigdísi eða einhverja þætti réttarbætur og þá hugsa maður þetta nú samt svo stutt síðan þetta var og hvað búið að gerast margt og svo á hinbógin einmitt hvað þessi tilfinning fyrir hvað hlutin taka langan tíma og hvað lítið hefur breyst og þetta bakslag. Upplifir þú að séu margir sem segja sem svo bara, nú þetta bara komið, við þurfum ekki þetta bara einstaka áhuga konur kvenréttindi? Sem eru að vasast í einhverjum smáatriðum? Já. Nei, ég held að sko, það er alltaf einhver hópur sem skilur ekkert í þessu og bara finnst þetta fáránlegt og þetta allt komið og lögin eru, þú veist, hér eru bara allir jafnir og við erum bara að vera með þessu en ég held samt að meðvitundin í samfélaginu leið og fólk vera stoppar og hugsar og skoðar, þá held ég alveg að fólk sé nú svona almennt tilbúið til að viðurkenna að það sé ekkert allt komið. En það einmitt, já, þessi tilfinning sko, það eru 50 ár síðan þetta var. Ég var 1 árs þegar kvennafrídagurinn var 75. Við erum ennþá hérna og það hefði ekkert breyst ef við hefðum bara setið róli og vonað að sagan fara alltaf í rétt átt. Og ég held sko líka einmitt að þetta sé mjög góð tímasetning vegna þess að það er náttúrulega bara ýmislegt mikil ólga í gangi í heiminum eins og við erum að fylgst með fréttunum út allt og maður finnur það á fjölmiðlum, maður finnur það á bara mörgu sem í gangi að það er horft til Íslands. Það er horft til okkar og það er fylgst með því hvað við erum að gera einna og við náum athygli út fyrir þetta litla blessaða sker og við erum alveg inspírerandi með þessum hávaða í okkur fyrir konur og samtök annars staðar. Þannig ég held að þetta sé bara mjög gott og tímabært að við séum einmitt í þessu svolítið svona hvert eru við komnar, hvað eru við búin að þurfa að gera til að komast hingað en hvað er eftir? Af því að við erum í rauninni bara skást í heimi. Já. Einmitt. Við erum ekki alveg bara best en samt erum við best en það er ekki nóg. Best með við höfðatölu. En sumir segja, nú ég segi bara einhverja suma svona. Menn segja, sumir menn segja að það sé bara eiginlega ímyndin sé það góð, íslensk ímynd eða þannig út af við, sé það góð svona bæði til þessi jafnréttismálum og umhverfismálum og ýmsu að það sé eiginlega bara trublandi að fá fréttir af einhverjum hamagangi og svokallum skrýlslátum. Þið eru samfærir það að það er ekki sem sagt, þú ert meira þess að samfærir það er ekki trublandi, það er það sem er litið til, það er að það sé líf í baráttunni líka. Já, sko, það hafa alveg þessi ímynd allt sem komið í lag hjá okkur er alveg líka notuð til að selja og bara svona í rauninni sannfara okkur að þetta sé nú komið og við getum alveg fara að slaka á. En fjölmiðlar erlendis frá og fólk erlendis vill heyra hvað við erum ennþá að díla við af því að það er líka svona á einhvern hátt hughristandi að vita við erum líka að díla við þessi vandamál þó að við séum alveg bara búin að gera þetta rosalega vel að þá er þetta samt sömu vandamálin og bara hvað eru við að gera hér hvað er í gangi hér, ég held þetta sé alveg peppandi svona út af við sko en og já og það er gott að vita að það séu vandamál, það væri ekkert sniðut eða það væri bara allt komið í lag hér og þá væri þetta bara eitthvað svona, ég veit ekki, ég er svona, bara eitthvað að hugsa upp átt, sko. Það skiljið mig. Það væri alveg gott að það væri komið í meira lag, kannski, og þyrfti kannski minna að berjast fyrir því, en líklega þarf alltaf, getur ekki verið að þetta sé þess eðlis, svona ef það er mikil skekkja eins og þú nú talaði Sara, það er svona feðraveldið, er það ríkt í okkar menningu að það þarf svona verulega að sagt, eiginlega vera vakandi fyrir þeirri skekkju. Já, ég meina ég tek alveg undir allt sem að María
taldi hérna upp og hérna á einhvern hátt sko að því ég tala nú alltaf feðraveldi, það alveg hægt að segja kerfið líka ef það erfitt að heyra feðraveldið í rauninni, ég meina þú veist kerfið sem við búum í og þetta landslag bara samfélag sem við búum í byggir náttúrulega bara á því að konur séu undirsetta körlum og jafnvel þótt að Ísland skori hátt í alls konar hérna á einhverjum svona listum yfir jafnrétti eða kvenréttindi eða launajöfnuð eða stutta vinnudaga jafnvel höfum gert upp hrunið ein mýtan að þá sko má líka segja að þetta kerfi og það sem ég kalla feðraveldið noti sér líka slíkar upplýsingar til þess að bara sko fóðra áfram þennan sama struktúr sko vegna þess að ég held að það sé ekki langt síðan að BBC var hérna að taka upp einhverja þætti og tala við konur einmitt til þess að kíkja aðeins bak við tjöldin sko og sjá raunverulega hérna hvað þetta jafnrétti á að standa fyrir sem að við sem erum konur vitum vel að hérna hvergi nærri náð sko. En ekki merkilegt að kíkja í svona skjalasöfn baráttunar og nú kvennasögusafnið hefur verið að leitast við að kortleggja líka þessa baráttu að hvað hefur það ekki komið ykkur óvart hvað hafa raunverulega margar konur og ýmsir, bara alltaf ekki bara konur virkir í baráttunni. Jú, ég held samt að smæðin í þjóðinni, þú veist, hversu smá við erum í raun og veru. Ég held að það hjálpi líka ótrúlega mikið. Og hérna boðleiðirnar eru svo stuttar. Já, mér varst einmitt magna að horfa á hérna myndina kvennaverkfallið 75 eða kvennafrídaginn eins og það var kallað þá. Að sjá hvað boðleiðir voru notaðar. Þetta var alveg ég var alveg með smá svona tár í augunum við myndinni og ég var bara að hvað ég stolt að íslenskum konum hversu geggjar á þessum tíma líka sko þannig ég held að það hjálpi líka hvað við erum smá sko Já og þessi saga fer frá konu til konu ekki milli kynslóða mikilvægi þess að berjast áfram líka eða hvað Já, einmitt, ég held það sko ég held að við séum samt ekki alveg, eða sko, milli kynslóða, maður fá annan þátt fyrir það. Já, það var kannski svolítið stórt stökk þarna, milli kynslóða. Nei, það alveg sko, við vorum alltaf miklu færri. Nú erum við orðin svona einhvern veginn, þú veist, við vorum bara með eitt fjölmiðil, eins og við vitum, 1975. Og nú einhvern veginn svona athygling orðin dreifðari og ég held að einmitt sko, þessi þekking á milli kynslóða sé pínu að tvistrast. Og það eitthvað sem er eitt af því sem að mér finnst til dæmis skipta máli í tengslu við kvennaárið að reyna einhvern veginn að sko koma þekkingunni og baráttunni og hvað við erum búin að vera að gera hvað konur liggja bara í valnum eftir þessi 50 ár hvað búið í rauninni að gera til þess að við séum hérna númer 1 bara eitthvað besti heimi að því að þegar maður fæðist inn í það að þetta sé sjálfsagt innan gæðsleppa og svo maður bara eitthvað á TikTok og bara eitthvað í lífinu þá gerir maður sér ekki alveg grein fyrir því endilega að þetta sé sjálfsagt að því að svo sjáum við til dæmis bara eins og í Bandaríkjunum nærtækt dæmi, það í alveg hægt að spóla tilbaka og bara taka í burtu það sem okkur finnst sjálfsagt og þess vegna held ég svo rosalega mikilvægt að þessi þekking fari áfram að því að núna fjölmiðlalandslæg meðal annars orðið svo dreift þannig að þú ert ekki með sömu með boðleiðin, við erum ekki öll saman að horfa á löður sko. Já, mér langar kannski bara að bæta aðeins við þeim því við erum líka bara með algjörlega breytta heimsmynd sko. Þannig að við erum með hérna konur sem eru hælisleitendur, konur sem eru með stöðu flóttamanna, innflytjenda konur þetta eru svona, ef ekki bara alveg tekjulausir hópar næstu því bara lífeyrisþegar eða lágtekjukonur sko sem eru bara svona working poor sko, vinnandi fátæk líka ég meina þetta rosalega breytt landslag í raun sko, frá því sem var þegar kvennafrídagurinn svokallaði átti sér staði 1975 Maður heyrði pínulli gagnrýnisrödd þarna, var það ekki fyrra sem var haldið upp á amalið, 50 ára amalið 50 ára amalið já, en sko, það núna 75 Já, 23 var kvennaverkfallið Já Þannig að 100.000 manna kvennafundur Þá við erum í raun að taka kröfurnar sem að urðu til þar og þær að vera svona þá var einmitt svolítið svona verið að tala um
að konurnar kannski sem hefði verið að berjast á sínum tíma eða jafnvel konur sem hefði ekki neitt þurft að berjast væri að nota lita á þennan dag sem svona einhvern dag til þess að bara flagga íslenska fánanum og gleðjast og fá sér freyðivín og kampavín og svona heitir. Já, muni ekki eftir þessu. Þetta var alveg svona og til dæmis og kom upp svona einmitt áhersla á, nei það er við þurfum að benda á, það voru konur og kvár, við megum ekki bara halda þótt að einn hópur hafi komist í land, að það þarf að líta tilbaka og hugsa alla hina hópana sem eru ekki komnir. Upplifðu þið svona að það væri einhvers konar umræða það að það sem þið verður að gera væri ekki jafn mikilvægt og það sem einhver annar væri að gera, eða er þetta ár núna hugsa sem svoleiðis að við áhersla á það að það þarf alla rattirnar eða alla mismunandi, ég upplifði það þannig. Klárlega, og það er bara ótrúlega mikilvægt að raddirnar fái að heyrast vegna þess að vitundarvakning verður ekki nema fólk fái röddina sína og að við verðum meðvitaðri hvers konar samfélag við búum í og þá er ég að tala bara eins og Sara bendir á þverskurðin af samfélagin okkar. Þetta er náttúrulega bara óbærslega ólíkir hópar sem er hérna núna sem er bara mjög jákvætt, það er jákvætt fyrir samfélagið okkar og það er bara óbærslega mikilvægt að gefa fólki rými og við þurfum að taka utan þessa hópa sem eru jafnvel jaðarsettir og einmitt að sjá til þess að þeir fái líka að skína. Já, ég held að segja mjög mikilvægt um það sem þú ert að segja með þverskurðin og við séum að hlusta og ég held að það sem að náttúrulega er 75 það var öðruvísi barátta og ég hef einmitt talað við eina mjög magnaða baráttukonu sem að var náttúrulega stödd á Varnarhóli þannig og í Rauðsokkarhreyfingunni. Hún sagði bara við áttum ekki orðin sem þið eru að nota í dag. Mörg af þessum orðum eru náttúrulega bara svo ný. Þannig að eðlilega þróast kvennabaráttan og ég held að þetta sé þetta, það er oft verið að reyna að ota okkur saman og við sem einhverju óvinkonur og konur eru konur vestar og eitthvað svona. Og það er náttúrulega bara eitthvað taktík, þú veist, til þess að gera lítið úr baráttunum eitthvað hátt. En ég held bara að hver einasta barátta sem er háð fyrir réttindi og fyrir bara aukna mennsku og lífið þessi sama virði, alveg sama hvað bakgrunn þú hefur, hvernig þú skilgreinir þig og þar fram til götunum. Ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt að við horfum bara öll á það er bara mjög mikilvægt að bæta við hana, taka undir hana og við séum líka reiðbúin að vera ekki að móðgast yfir að við höfum eitthvað svona ákveð forskot í lífinu. Kvennaárið í rauninni það býður upp á það að grasrótarsamtök í rauninni komi með sitt að borðinu. Þetta er ekki miðstýrt fyrirbæri. Þetta er bara svona reglíf yfir og svo getur hópar komið með og búið til framlag. Þótt við ætlum að tala um það seinna en maður spura hver skipulegur kvennaárið? Það er framkvæmda nefnd. Já, framkvæmdastjórn, sko. Ég held sko að öðrum ólöstum, þá held ég að Sonja Þorbergsdóttir hjá BSIB hafi verið svona aðal prímus mótor og það er konur sem vinna með henni hjá BSIB, Dagný Aradóttir Pind og Kvenréttindafélag Íslands. Já. Og svo eru svona ákveðnir aðilar sem eru fulltrúar í þessu svona framkvæmdaráði. Já. Sem taka þátt í framkvæmdastjórn, svo er stjórn líka, En þetta er alveg rétt eins og þú ert að lýsa þessu. Þetta er bara svona breið fylking í raunverulega samtaka sem að hafa með hagsmunamál hvernig að gera, sem að koma saman, sko. Og það er alveg hellingur af alls konar grasrótarsamtökum og samtökum sem að eru bara aðilar að kvennaári og svo má bara búa til viðburði og nota ímyndunaraflið, sko. Já, það var 24. október síðastliðinn, þá var viðburður í Bíóparadís þar sem að fulltrúar stjórnvalda komu og þeirra sem sitja líka í stjórn borgarinnar mættu, eða frá allum stjórnmálaflokkum. Það var þáverandi ríkisstjórn. Það voru, akkurat, og þau mættu í Bíóparadís til að taka við kröfum kvennárs sem að og hafa sérst árið til að verða við þeim og svo verða svona gerð reikningsskil núna í október 2025. Ok, þetta er bara svona, þetta er einhver farvegur greinlega fyrir þessa baráttu og svona verið að reyna að búa til einhver styrk greinlega úr, þannig að baráttu sé ekki bara dreifð, bæði þurfa að menna að einbeita sér á mismunandi vettvangum að þetta er stórt svið og ólík birtingamynd, óréttlætis og ofbeldis, en svo búa líka til einhvern vettvang til samræðu. Getið þið sagt mér svona aðeins, hvar finnst ykkur helst
bera á vanþekkingu, fordómum, svona til dæmis, sjáu þið persónlega í ykkar svona, þegar þið eru að koma fram, finnið þið fyrir einhverjum aldurshópi eða einhverju, nú er ég byggðum einhverjum svona, ekki þetta er mjög stór spurning. Já, þetta er vond spurning, ég vil bara slepp menni bara. Það fyrir rosa mikið eftir hvað þú ert að tala sko. Það er svo vítt allt saman. Jú, kannski ekki tala, en ef þið getur þá kannski svarað hvar, ég er að hugsa svona, hvar upplifið þið helst svona ljónin í veginum eða þannig? Hvar myndið þið vilja bara byrja? Hvað myndið þið vilja byrja á að breyta? Eins og ætlum að þið ættu að gefa nýri ríkisstjórn bara veganesti og plan. Má ég byrja samt? Byrja bara einfalt það sem ég, sko, í rauninni, þá er alveg rosalega skrítið í þessum heimi að bara að því að þetta er mjög einföld ósk kvenna svo að karlar hætti að beita konur og börn ofbeldi, nauðga þeim og drepa. Er þetta ekki frekar einföld ósk? Það er frekar basic. Ég meina eins og fyrir vitund, ég meina þetta er bara krafa sem er verið bara stanslust að vinna með, en er alveg ótrúlega verið störa flókið að ná út úr menningunni og það hlýtur að segja okkur, sko, þetta er bara mjög flókið vandamál, hversu samofin þetta samþykki fyrir svona framkomu fær að líðast, eins og kemur fram í hlaðvarpinu hjá ykkur, Dómstóll Götunnar, að það er alveg ótrúlegustu mál tekin fyrir dómstóla, jafnvel þóttu eigi sér lagastóð, þú veist, eins og greinin sem þú varst að skrifa, Ólöf Tara, samþykki. Já, hvort að samþykki barna sér túlkunaratriði. Já, það er nú mjög sláandi grein, af því að þá ertu svona, það er ákveðin vonbrigði sem að þú ert að lýsa yfir, bara að það skuli einhvern veginn ekki, að það skuli vera bara, hvað er til dæmis að þar? Náttúrulega reiðin sem ég er að tjá í því máli beinist náttúrulega að því að, sko, við sem að taka fyrir og þá að búa til eitthvað nýtt dómafordæmi hjá Hæstarétti þegar það fyrirliggja lög um það að börn undir 15 ára geta ekki veitt samþykki og það er náttúrulega það sem kemur auðvitað heldur ekki fram í greininni og ég held að sé alveg nokkuð skýrt að það er auðvitað fáralegt að við þurfum að hafa lögum slíkt en síðan ef við horfum líka á ef máli hefði verið á annan veg og hún hefði verið 15 ára. Getur þú sagt okkur náttúrulega hlustundum áhörfundum aðeins bara hvað mál ræðir ef fólk er ekki með að nótunum? Já, sem sagt Vísir, kom frétt á Vísi að maður sem var dæmdur í uppaflega í héraði fyrir kynferðisbrot gegn barni og hann áfrýjaði til Landsréttar. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu var að ræða nauðgun sem þótti sanna að það var einhvers konar þvingun sem átti sér stað í þessu samhengi. Og hann áfrýjaði þess til Hæstaréttar á þeim grundvelli að það væri fordæmisgefandi að úrskurða það hvort að börn undir 15 ára gæti gefið samþykki. En í lagarammanum okkar er samræðisaldurinn 15 ára sem er til að byrja með allt og vont. Þegar við erum að ræða fullorðna einstaklinga. Við erum ekkert að tala um fólk á svipu, aldrei en eitt svoleiðis. Við þurfum ekkert að fara í einhverja teygjur með það. En og það er verið, við vitum það að kerfið er fjársvelt og við vitum það 50-60% mála að svona meðaltali frá árum 2016 til 2019 minnum mig að það verið séu niðurfelld og það er vegna þess að það er fjárskortur og það er að liggja fyrir ákveðin styrkleiki í málunum til þess að það sé hægt að réttlæta það að þau fari fyrir dóm og við verðum auðvitað bara að vera reiði við því að kynferðisafbrotamenn og lögmenn leyfi sér að ætla að fara að búa til einhverja nýja línu vegna þess að við þurfum enn frekar að passa upp á réttarvernd barna vegna þess að þau eru sérstaklega viðkvæmari stöðu þegar kemur að fullorðnum og lagaráminn okkar þegar kemur að réttarvernd barna er ömurlegur og hann verndar ekki börn þannig að það er eiginlega bara fáránlegt að við ætlum að eyða fjármagni í mál sem að fyrirliggur. Þannig að er þetta virkilega svo slæmt að þetta slæma fordæmi sem var verið að mótmæla, það er fordæmi það að sé verið að taka mál sem er ekki nú alvarleg og eyða bara peningum af því þetta kerfið er fjársvelt. Já, ég líti á það þannig að þetta sé bara peningaæðsla vegna þess að við þurfum ekkert að vera úrskurðum það sem stendur í lögum. Þessi umræddi kynferðisafbrotamaður verður þá bara að óska eftir einhverjum lagabreytingum ef honum hugnast að illa með ekki sofa á börnum undir 15 ára.
En það eitt sem að mér langar að nefna í framhaldi af þessu, að sko svona talandi hverju baráttan hefur áorkað, að þá finnum maður það svolítið í samfélaginu þegar að svona umræða er í gangi svona mál og gallana í kerfinu og kynferðisbrot meðal annars, að mér finnst stærri hópur í samfélaginu vera komin á þennan vagn, búin að fatta bara já, ok, það er eitthvað mikið að þessu. Það meðbyrinn með því að gagnrýna þetta kerfi hefur stækkað. En svo er kerfi bara, og mótstaðan í því er söm við sig, en svona vitund almennings og tilfinning fyrir þessu réttlæti finnst mér að hafa aukist, og það held ég að sé alveg líka bara afrakstur þessar 50 ára baráttu. Þessi orðræða hefur breyst í samfélaginu. Maður finnur það, þú veist, kallar og konur og bara fólk almennt er orðið miklu meira fólk er orðið reiðara yfir svona málum, stærri hópur. En sko afrakstur 50 ára er ekki líka það bara mjög mikið búið að gerast frá því MeToo varð og bara á síðustu árum, sko, og sem sagt það er ekkert svo langt síðan að bara ef voru svona greinar eins og þú skrifar með gagnrýni, að þá var eiginlega bara hjólað í þig að þú væri með öfga fullan málstað. Akkurat, og þeir voru nú svolítið að benda á það, ekki? Samfélagsmiðlar hafa hjálpað, eins og þeir eru nú vondir, þá geta þeir hjálpað. Þannig að það er einhver samstaða sem hefur myndast á frekar stuttum tíma. Er það ekki? Er ég bara verið rosa jákvæð? Mögulega, sko, ertu of jákvæð, en það er svolítið þú líka. Nei, en er það ekki þannig að það er allavega einhver svona vakning á mikilvægi, að því sumir sögðu, sko, MeToo fór fram úr sér og síðan bara dó það og hérna. Það er líka risa bakslag, sko. Já, ég myndi segja það, en þú segir sko að vitundin þessa glæpi hafi aukist og þar með svona meðbyr, sko, með þeim, að fólk er reiðubúið að horfa á það og hérna, þú veist, taka einhverja afstöðu bara, þetta gengur ekki, við getum ekki haft þetta svona. En á móti kemur kannski líka, þú veist, að ég meina baráttan fjallað að opna á þetta, þú veist. Guðrún Jónsdóttir hérna, þú veist, þetta var hennar baráttumál að opna á umræðu kynferðisofbeldi og svo kynbundið áreiti og allt þetta. En ég meina, getur ekki verið líka, þú veist, að þá við sjáum líka alveg svona bakslag í því að það eru hlaðvörp og þú veist, það er líka bara eins og niðurstaða kosningarnir í Bandaríkjunum er kannski líka dæmi þú veist, að það er líka mótbyr, sko. Já, allan dæmi. Þannig að hérna, það er rosalega mótbyrinn, sko. Ég held að sé samt með mikilvægt að við munum að allar svona baráttur eins og bara þetta kalla MeToo byltingin, vegna þess að þetta var bylting á sínum tíma og það eru búnar að vera byltingar, allar með mismöndi áherslum og svo kemur alltaf svona smá lægð og feðraveldi hlæru þetta af því og heldur að nú sé allt bara búið, en þetta er alltaf bara spurning hver er fókusin næst, hvernig getum við, þú veist, vegna þess að þetta gerist í raun og veru bara í svona kvenna samstöðu og þá verður til bylting, vegna þess að gerist kannski bara eitthvað eitt mál og þá springur allt og það verður bara, nei, nú verðum við að gera eitthvað, nú verðum við bara að nota momentumið til þess að, og það er ekkert endilega eitthvað sérstakt samtal sem á sér stað og það er líka gott að þetta séu bara byltingar, vegna þess að þær í raun og veru hafa sín áhrif út af fyrir sig. Margir segja náttúrulega þess svona kannski eins og MeToo þar sumir segja, ég er alltaf að vísa þess að suma þannig. Menn segja að hérna ég er að reyna að draga inn þarna andmælandan. Sagt er. Já, að því að MeToo var farið offæri, að aðferðafræði margra kvenna hafi verið svo öfgafull eða hvað var að kalla, að þar með hafi myndast sko bakslagið og raunverulega að þetta er svona eins og bara heyra að tala eitthvað svona að þú ert að espa upp villidýr og að því að þú gerir eitthvað vittlust og hérna, espar það of mikið upp að það er þess vegna sem það stekkur sko. Þannig að það sé raunverulega, það er verið að skila skömminni en svo er skömminni skilað aftur til kvennana. Ég langar að koma aðeins inn á þetta vegna þess að hérna, það er einmitt oft mjög mikil gagnrýni á það hvernig fólk kemur hlutunum frá sér. En ég segi bara það, ég meina þegar konur eru búin að upplifa kúgun alla sína ævi og hort upp á formaða sína, upplifa alla þessa kúgun, þetta er mörg 100 ára gömul kúgun sem er búin að eiga sér stað, þetta eru við reiðar, eðlilega. Það væri bara ótrúlega óeðlilegt að við ætlum bara ár eftir ár að láta þetta yfir okkur ganga í staðis að gera eitthvað í því. Þannig að þær sem vilja taka þátt í baráttunni þetta bara gera það og gera það að krafti.
þú veist, við erum að sjá bara ótrúlega mikið af flottum einstaklingum í baráttunni, flottum hópum og það er bara ótrúlega dýrmætt að það sé fólk að núti að taka slaginn vegna þess að þetta er ekkert búið og ég segi ekki fram að þetta veri búið næstu því strax sko. En þetta er ánægileg barátta, þið lýsið henni að það er grunaði ykkur að þið myndu vera svona aktívar í einhverju svona baráttu, vera svona eins og þið eru bara orðnar eða pólitískar eða þannig? Nei, ég held að það sé svona, ok, þetta er kenning. Ég hef ekkert vísindilegt á bak við þetta. En ég gef mér pínu eftir að hafa kynst rosalega mörgum aktivistum og verið í hinum og þessum hópum og alls konar svona hittingum og byltingum og allir þessum hamagangi. Þau sem eru í þessu og eru bara, maður verður einhvern veginn bara aktivisti, þetta er lífstíl að það er þú hefur upplifað einhverja kún, þú hefur upplifað niðurlægingu, þú hefur upplifað eitthvað á eigin skinni sem gefur þér skilningin á því ég held að það sé svolítið það sem hvetur fólk af stað skilur, bara það verður einhver skilningur út af einhverju og líka ef að sko augu kvenna náttúrulega opnast líka fyrir því sem að MeToo náttúrulega gerði svo mikið að hjálpa konum að sjá bara óréttlætið og ofbeldið sem það höfðu orðið fyrir af því það sem að var normaliserað áður var allt í einu ekki lengur hægt að normalisera vegna þess að svo margar konur stigu fram og tjáðu bara í reynslu af ofbeldi en ekki einhverju sem væri normal. Það er líka þetta með að þegar þú setur sko þína eigin reynslu í stóra samhengið og svo já, ég hef nú átt að og ég hef nú ekki átt að og ég hef nú kannski þú veist, og ef ég hef ekki hafað mig svona þá hefði ég ekki, neina, tekur þetta á þig og þú bara innbyrðir sökina og svona, já. Og þetta er ekkert svo merkilega reynsla miðað við það sem sumir aðrir hafa lent í. Þetta er ekki ofbeldi og líka bara maður þarf það stundum að svona skilgrina sig frá því til þess að halda haus og bara reist. En svo þegar þú fer að sjá munstur og þú fer að sjá stóra samhengi og þá stundum tekst mann að púsla sínu eigin inn í það og þá kemur kraftur sko. Algjörlega. Þannig að þið hvetji nú alla til þess að taka þátt í baráttunni? Já, af því þetta er ekki bara reiðar konur, þetta er líka bara ótrúlega góði félagskapur. Þetta er líka að geta tala við fólk sem deilir einhvers konar reynslu jafnvel. Það er bara ótrúlega dýrmætt. Þetta eru bara, þú veist, flottustu og sterkustu og bara yndislegustu konur sem ég hef kynnst. Það er í baráttunni og það eru konur sem hafa einmitt mögulega einhverja reynslu á bakinu sem að var til þess að þær fóru í baráttunni bara eins og ég sjálf. Ég ætla bara að upplega þetta eigin skinni og þú veist, ég taldi mig alltaf verið, ég bara já, ég er feministi og ég er alveg hérna og bara kvenréttindi og eitthvað svona. Svo þegar eitthvað svona stórt gerist og ég fekk alveg bara svona, er þetta svona slæmt? Og þá fór ég að átta mig á hlutunum og þá einhvern veginn svona fær maður aðra sýn. Þú veist, að því að maður Þín sagði svoleiðis fyrir líka þá sem ekki kannski muna. Þú kemur fyrst fram er það ekki til þess að gagnrýna á því var ekki hlustað sem þolanda eða? Sko, fyrst og fremst fór ég einmitt já til að vekja athygli því að kerfið var ekki beint að hlusta á mig en þá var ég komið mjög stutt í ferlinu. Þá var bara hálft ár liðið frá því ég kerði og ég var bara svona að opna mig ofbeldi sem ég hef orðið fyrir og var svona einhvern veginn að finna taktið með bara hvernig kerfið var að taka móti mér. En svo þetta bara ágerðist þetta og þetta var alltaf einhvern veginn verra og verra og ég einhvern veginn var bara reiðar og reiðari af því að ég trúði alltaf að þetta væri svona í alvörunni þannig að mér fannst ég hafa þarna líka bara gott tækifæri til þess að fletta ofan af kerfinu í rauntíma. Í sjálfu sér þá er ég búin að vera það opin með máli mitt að þjóðin hefur getað fengið að fylgjast með ferlinu nánast frá A til Ö bara hálfa ári eftir ég kæri og svo í gegnum allt ferli þar og eftir senustu 3 árin sko. Þannig að þetta eru þetta bara ótrúlega hlutir sem er að koma staðna inn í þessu kerfi og þetta er bara maður bara hristir hausinn og þess vegna erum við líka bara ofta að tala um þessa hluti og ég meita að halda samtökum eins og vitund gangandi, það er bara út af því að það bara er þörf á þessu. Það er ekki hægt að vera einn til lengdar eitthvað í svona baráttu. Það er of erfitt. Það er auðvitað óbærslega krefjandi og náttúrulega hagsmunasamtök brotaþola voru að beita sér gegn kynferðisofbeldi á meðan vitund er að beita sér gegn kynbundnu ofbeldi og það er bara víðara samhengi, þetta er nýr vettvangur og mér er bara ótrúlega gaman að fá að taka þátt í því verkefni með bara þessum frábæru konum. Já, við kannski fáum að
fáum fréttir af ykkar starfi þegar líður á árið þegar þið verðum með ykkar viðburð og það er nú eiginlega nóg að taka í áhugaverðu dagskrár efni alveg fjöldin allur af maður fer yfir listan að mjög áhugaverðu samtökum en má ég bara spyrja fyrir fólk sem að hlusta núna, hægt að hafa samband við ykkur og ganga í ykkar félagsskap eða svona einhver vefsíða eða svoleiðis ef fólk vil kynna sér? Það í vinslu, við erum með vefsíðu vinslu en við erum með bara tölvupóst eins og þetta ekki orðin svona þannig félagsamtök að hægt að ganga í þau en það er eitthvað sem stefnum að í framtíðinni en eins og það bara vitundsamtök@gmail.com. Þannig þetta að setja sig í samband við okkur ef eitthvað og svo erum við með reyndar Facebook síðu líka, bara vitund, samtök gegn kynbundnu ofbeldi og þar erum við að setja inn alls konar viðburði og greinar og annað sem við erum að gera. Þannig að bara mælum með að íta á follow og fylgja okkur þar. Og svo náttúrulega vonandi að stjórnvöld líka átti að sjá að það er auðvitað sjálfbúðavinnan og þetta sjálfsbrotna þessi kraftur og kveikja sem að kveikir marga neista en það þarf líka ekki svona eftirfylgd inn í kerfinu svona til þess að veita fólki til þess bara upplýsingar brotaþolum, það ekki? Þarf ekki meira að vera svoleiðis bara opinber batteri sem að taka móti fólki sem þarf aðstoða hvaða leið það ætlar að rata í lífinu, í kerfinu? Jú, algjörlega og við erum þetta bara að vinna í alls konar verkefnum með bara þeim aðilum sem koma að þessum málum og við viljum þetta bara efla bara leið brotaþolans í gegnum þetta kerfi og að kerfið virki fyrir brotaþolan. Þetta sé ekki bara eitthvað kerfi og það bara funkar ákveðið máta. Við viljum breyta því þannig að það funkeri og bara svona að meira endurspegla réttarvitund almennings. Þannig að bara mjög mikilvægt að við erum bara að taka þann bolta og við erum að reyna að koma okkar áleiðist þar vegna þess að það svo sannlega þarf að breyta miklu. Kannski hefur líka til þess að bæta við þetta að það sem að MeToo-byltingin kannski bætti við voru eins og viðbrögð heilbrigðisráðherra Svandísar, var það ekki hún sem að hún raunverulega svona uppfærði að það setti saman bráða móttöku brotaþola og reynda að koma á svona samræmdum viðbrögðum þeirra aðila sem að koma að þessu ferli muni eftir þessu. Svo þetta var ekki allt sitt í hverju leið. Já, þannig að þú ferð á bráðamóttöku, þú veist, að þá fer ákveðin núna ferli í gang sem að tekur á móti svona innan heilbrigðiskerfisins og í rauninni finnst mér eins og vitund séu kannski að taka svona grasrót í átt að einhverju svipuðu fyrir laga- og dómskerfið. En nú þurfum þegar drífa ykkur á viðburð sem núna í Bólholti 6 í vorstjörnunni og hann heitir Sara Kveikja, þetta er opið hús bara fyrir feminista og kvenréttinda konur þar sem að Kristín Heba ætlar að koma og tala ójöfnuð meðal kvenna á Íslandi. Hvað byrjar þetta? 1930. Já, það má ég bæta við, það er fátt skemmtilegri félagskapur en reiðar konur. Ég bara segja nei. Það er svo gaman. Það er mjög hressar. Og það er fyndnasta fólk sem ég hef hitt. Já, ég verður svona trauma clowns. Trauma clowns. Og það er enginn að vera hrættur, þeir eru ekki það reiðar að þið takir vel á móti öllum öllum nýjum sem vilja kynnast baráttu andanum og svona samtakamættinum ekki. Jú, það veitir ekki það. Þá þakka ég ykkur nú fyrir að koma hingað, þið voruð ég get vottað það, þið voruð ekkert grimmar, mjög skemmtilegar og skýrar. Guðný S. Bjarnadóttir, einn af stjórnarkonum vitundar, Ólöf Tara Harðardóttir, aktivisti og stjórnarkona vitundar, María Hjálmtísdóttir, kennari og stjórnarkona vitundar og Sara Stef Hildadóttir, feministkur aktivisti og þú ert skipuleggjandi í þessa viðburðar Kveikja sem við fáum að frétta meira af gangi ykkur vel og okkur og við fáum að frétta af áframhaldandi starfi við Rauðaborðið. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í umræðunni og hvet ykkur til þess að staldra við og halda áfram að hlusta á samræðunni við Rauðaborðið nema þið viljið stökkva til og fara inn í viðburðin Kveikju. Við tökum smá frímínútur og komum svo aftur. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.